Hæ, Áskrifta besties. Hæ, Áskrifta besties. Birta er komin aftur. Já, ég er komin aftur. Og hvað gerðist ekki í síðasta mánuði? Þú ert búin að eignast heilt barn. Já, Neyja, litla tepásvinkun okkar er mætt og hún er komin og er með í stúdíónu. Já, hún er hér. En ég ætla að segja ykkur fæðingarsöguna mína. Hálftími liður og ég er gargandi. Þú veist, ég er öskrandi. Og sársauka. Ég stjórnaði mér ekki, það er ekkert, það er engin deyfing byrjuð. Þannig að ljósmán er bara eitthvað, ok, deyfingin tókst ekki, þú veist, það neyri, ætla þú sért bara komin það miklu útvikun að við séum ekki að ná að stoppa tilfinningarnar að það neyri að því að hún er bara að koma. Og ég bara, það hlýtur að vera. Þú tjekka og hún bara, þú ert 3. Ég ætla að sparkja hana. Og hún eitthvað, ég var að tjekka hvort komin útvikun og ég já, tjekkum. En það var ekkert búið að tjekka bara sem ég var þarna 3 og ég ætla að sparkja hana. Hún er þú ert 9. Ég bara, oh my god, klukkan er 7:40. Ég bara, hún er 9. Alltaf alls konar fylgikvillar. Og ég bara, og hún tekur strax síma bara, hæ, heyrðu, hún er komið hausverk. Bara, heyrðu, lagst aftur niður, þú ert ekki fyrstandi. Og þetta er bara hella, skilur, vákvæði komið í hausverk og tak í bakið. Bara, þú veist, ég gat ekki hrift á mér hausinn. Bara svona eins og hellasta vöðvabólga sem það geti ímyndað ykkur. Af því þú náttúrulega bara rembist með hverju hríð, þannig að á milli hríða fer hún hana og tekur við síman. Hæ, er hann hjá Birtu? Hún er búin að rembast í 40 mínútur, trúi sig ekki. Og bara, ég bara gráta núna. Og ég bara, brottaði niður, ég trúi þess ekki, þetta er einu sem ég langaði, bara ekki landi aftur. Verði ég svona í fæðingunni, brottaði niður, ég bara, veistu það, Margrét, ég trúi þess ekki, bara, við erum komin þangað aftur. Og hún bara, nei, Birta, við viljum ekki. Hvað er það? Oh my god.